Daginn gott fólk, sveitarstjórn og starfsmenn fundarins. Við erum hérna saman komin á 8. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í Skjólbrekku. Á dagskrá fundarins eru 16 númeraðir dagskrárliðir sem gat auglýstri dagskrá. Að mati oddvita var boðað til fundarins með lögmætum hætti, en ef einhverjir telja að svo sé ekki eru þeir beðnir að gefa merki. Svo er ekki og ég segi þá fund settan. Áður en við göngum til dagskrár þá er óskað eftir því að 2 mál verði tekin á dagskrá með afbrigðum. Einhver athugasemdir við það, ég mun lesa upp þessi 2 mál. Í fyrra málið er fundargerð 4. fundar skipulagsnefndar. Er einhverjar athugasemdir við það? Geta þeir sem að samþykkja það verði tekið til afgreiðslu, gefið merki og það samþykkja það allir. Seinna málið er skipting á leigugreiðslum varðandi Hólsvirkjun. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki að það verði tekið á dagskrá. Gögnin komu inn í gær morgun eða fyrra kvöld. En eins og ég segi, ef að þetta er bara beiðni að taka. Og í þessu máli... Sáu þið ekki gögnin? Nei. Þú var bara ekki búin að ná að kynna okkur þessu gögn? Nei, þá er bara... Það barst erindi samsagt frá Þórunni Jónsdóttur, þar sem óskar eftir staðfestingu sveitarstjórnar á samkomulagi skiptingu leigugreiðslna fyrir vatnsréttindi og landnot vegna Hólsvirkjunar. Og það sem að Þingeyjarsveit er einn af landeigendum, að þá er óskað þarna eftir staðfestingu. Þannig að gjör svo vel, Jón Hrói. Ef að fundarmenn hafa ekki náð að kynna sér. Já. Til að verði aukafundur í næstu viku. Já. Þannig getum við kannski tekið þetta fyrir þar. Fyrir honum ef þannig færi. Þannig að það er þá eingöngu fundargerð skipulagsnefndar sem að við tökum fyrir með afbrigðum. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsti liður er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Jón Hrói. Já, þetta hafa nú verið viðburðaríkar vikur frá því við vorum hér saman síðast. Reyndar daginn fyrir síðasta sveitarstjórnarfund satt ég jafnréttisdag sveitarfélaga þar sem var fjallað gerð jafnréttisáætlunar í sveitarfélögum og áhugaverður vettvangur og mjög gagnlegt fyrir þá vinnu. Eftir að það líka verið gott ef að fleiri hefðu setið þann fund sem muni koma að þeirri vinnu en einhvað síður einhver góðar upplýsingar veittar þar. Ég satt líka skólaþing í Þingeyjarskóla sem var haldið í tilefni af 10 ára afmæli skólans og 50 ára afmæli kennsluhalds á Hafralæk. Það var áhugavert og skemmtilegt sem að nemendur og kennarar og nemendur og gestir ræddu skólastarfið og hvernig það mætti, hvernig það ætti að vera. Ég hef satt líka haustfund almannaverndar í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra og þar sem var bara fjallað starfsáætlunina sem við sjáum sem lög fyrir samhliða fundargerð þessa fundar. Nú að framkvæmdum það helst að frétta að við vonaði að klósetthúsið við Höfða verði flutt á staðinn í dag og að við hægt að fara að tengja og gera og græja já, það er svona við erum aðeins byrjuð að skoða húsnæðismál áhaldahússins í Reykjahlíð en eins og ykkur kunnugt þá brann aðstæða þeirra fyrir árinu og starfsmennirnir búnir að vera svolítið á vergangi vegna þess
hafa verið í lánsaðstöðu fyrir kaffi og fleira. Þannig að við þurfum svona fara að skoða einhverja lausnir í því. Okkur hefur verið boðið húsnæði til kaups sem að skoða og ákveða. Og svona við erum að meta hver húsnæðisþörfin Svolítið samhliða því erum við að skoða þá húsnæðismál slökkviliðsins sem að hefur verið í umræðinni hér að þurfum við að bæta, sérstaklega í Reykjahlíð. Við erum svolítið að glíma við viðvarandi manneklu í leikskólanum í Reykjahlíð og þar staðan orðin mjög slæm og þarf væri virkilega gott að fara að finna einhverja lausnir á því og það hefur þurft ítrekkað að biðja foreldra að halda börnunum heima og það er ekki útlit fyrir en það sjáum fyrir endan á því. Við þurfum að grípa til einhverja ráðstafanir þar. Þar fyrst og fremst vandinn sá að fæst ekki starfsfólk til að vinna í skólan og við verðum að einhvern veginn við þurfum að skoða það hvernig við gerum það meira aðlaðandi að koma í þau störf. Hið sama svolítið við skrifstofunar okkar. Þar núna mikil mannekla og tveir lykilstarfsmenn úti vegna veikinda og það svo sem alveg hendur fyrir, þannig að það líka veruleg þörf á því að gera einhverja ráðstafanir til þess að mæta þungri verkefnastöðu og við erum svona byrjuð að skoða lausnir á því og vonandi skila einhverju. En það svona stóru verkefnin framundan, það að fylla í þessar stóru eyður í mannskapnum samhliða því að við þurfum náttúrulega að vinna fjárhagsáætlun og daglegum störfum. En hún verið styttralagi þessi skýrsla í dag. Ég vildi upplýsingar þessa stöðu, sérstaklega í starfsmannamálum og þessum tveimur stöðum. Takk fyrir það. Ég gef orðið laust ef einhver vill tjá sig. Helgi, gjörðu svo vel. Kannski bara aðeins varðandi leikskólann í Reykjahlíð, nefndir að þetta vandamál sem mörg sveitarfélög að glíma við, það að segja bara mönnun á leikskólum og þetta kallandi að finna einhverja lausnir og líka bara að ræða hvort að það veri komin einhver vinna í gang eða hvort það var ekki sérstakt og vísa að ég verið að reyna að gera þetta meira aðlaðandi til þess að einfalda að fylla í skarðið og svo langar við bara að nefna, ég veit að það mannekla á tímaskortur en líka bara nefna að oft var umræður undir skýrslu sveitarstjóra og svo færðar í skriflegt form og fyrir íbúa og aðra til þess að upplýsa betur hvað að gerast frá degi til dags. Núna þetta lifir upptakan, þannig að það hjálpar eitthvað en svona að koma því vonandi í farveg þegar að það í gefst. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnhildur, gjörðu svo vel. Mig langaði bara til að spyrja hvað vantar mikið starfshlutfall í leikskóla? Já, það betur þú svarið eitthvað. Mér skilst að það vanti núna 1,6 stöðugildi inn í leikskólann en það sé að hafa borist uppsagnir þannig að það að aukast já, þurfum að skoða möguleika að færa starfsfólk til í störfum og fleira sem en mér skilst að þetta sé 1,6 stöðugildi núna misjafnlega slæmt eftir dögum líka af því að fólk í hlutastörfum en það vantar valfrælið. Ef ekki eru fleiri sem vilja taka til máls, þá förum við í annan dagskrárlið sem fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar og hér lagt fram 6 mánaða yfirlit eða rekstrarreikningur ársins 2022 og
sem sem sagt fyrstu 5 mánuðir gömlu sveitarfélagana og þá júnímánuður sameinaða sveitarfélagsins. Rekstrarflokkurinn gerir ráð fyrir réttar sagt, rekstrartekjurnar eru 933 milljónir, það að birta með það. Jep. Já, þú ert með, já. Já, þetta. Já, samkvæmt þessum bráðabirgðarekstrarreikningi fyrstu 6 mánuði ársins að þá eru rekstrartekjur 933 milljónir sem eru 111 milljónum undir áætlun, en það trúlega skýring þar að það vantar þarna inn sameiningaframlög frá jöfnunarsjóði, þá eftir að greina það sem betur. Rekstrargjöld, laun og launafólksgjöld eru 673 milljónir sem eru 72 milljónum umfram áætlun. Annar rekstrarkostnaður 337 milljónir sem á pari við áætlun. Samtals eru rekstrargjöldin 1010 milljónir sem 70 milljónir umfram áætlun fyrir þessa 6 mánuði eða hálft ár. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 77 milljónir en gert var ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 105 milljónir. Afskriftir eru 33,7 milljónir. Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða þá neikvæð 111 milljónir. Fjármagnsliðir eru 6,2 og rekstrarniðurstaða tímabilsins neikvæð 117 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 49,6 milljón króna jákvæðri niðurstöðu. Þannig að niðurstaðan sem sagt 167 milljón krónum lakari heldur en gert var ráð fyrir. Viltu einhverja bæta við áður en við gefum orðið laust varðandi svona nánari greiningu sem að hefur kannski ekki gefist tími til að fara í? Nei, ég búin að óska eftir því við ráðgjafan okkar í bókhaldi og fjármálaráðgjafan okkar að greina betur þennan launamun í hverju hann liggur. Þetta náttúrulega stórar tölur. Það ekki laust að manni bregði aðeins þegar maður sé þetta svona svart á hvítu. En það verið búin að, ég setti í gáttina í gærkvöldi greiningu sem sýnir aðeins hvernig það deilist niður á fundir í Excel-skjali. En við þekkjum ekki skýringarnar ennþá nákvæmlega í hverju við erum búin að fara í gegnum það hvort þetta geti verið bara einhverja villur í því að færa gögn inn í nýtt kerfi og þess aftar, en teljum að svo sé ekki. En það svo sem ekki alveg búið að útiloka það heldur, en líklega bara rétt staða. Og kannski bæta við ef þið hafið ekki séð þetta skjal sem var bætt inn í gærkvöldi að sem sagt stærstu frávikin eru í fræðslumálum. Að þar sem sagt launaliðurinn eða fræðslumálin eru 50 milljónir umfram áætlun og síðan sameiginlegur kostnaður sveitarstjórn og skrifstofurnar 21,6 milljónir umfram áætlun það sem gert ráð fyrir. Annars gef ég orðið laust. Helgi, gjörðu svo vel. Já, takk og takk fyrir þessa yfirferð. Ég að velta fyrir mér bara nokkrum atriðum bara til umræðu inn í hópinn áætlunin sem slík auðvitað unnið til heils árs þannig að það að taka 50% af henni gerir ekki ráð fyrir þessum árstíðabundnu sveiflum sem eru í ýmsum liðum þannig að það ákveðin fyrirvari á samanburðinu við hálfsársuppgjör. Það byggir á því að tekjuhliðin yfirleitt sterkari á síðari hlutanum, kostnaðurinn yfirleitt meiri á fyrri hlutanum sérlega í skólanum að það hluta sumarfríin inn í seinni hlutanum þannig að ég setja ákveðna fyrir við að vera að taka
umræðan langt. Ég óskaði líka eftir því að það er farið í sundurliðin og búin að gera grein fyrir því að til þess að taka vitran umræðan þurfum við betri gögn heldur en við höfum núna. Þannig að ég langar líka að nefna að það vantar líklega sameiningaframlög, það hefur líka oft verið í þessum milliuppgjörum. Spurningin búið að eru eggfærslurnar búnar út úr rekstrarhlutanum. Og svo velti ég fyrir mér bara svona í framhaldinu að ég verið að velta fyrir okkur leiðum til þess að hafa betri yfirsýn yfir fjármálin, að þetta þarf eiginlega þegar við erum að gera samanburði áætlanir að þurfum að vera með áætlanum að brotna niður á mánuði til þess að átta okkur á því við tökum áætlun fyrir heilt ár sem við erum mikla sveiflur í, yfirleitt eins og ég nefndi áðan kostnaðar þyngra á fyrir hlutanum og tekjurnar öflugur á seinni hlutanum, sérlega jöfnunarsjóður, að svona í framhaldinu til þess að geta tekið góða umræðu þetta þá væri æskilegt að samanburðurinn væri þá miðað við einhverja leiðrétta stöðu miðað við þessar sveiflur fram á við. Að öðru leyti þá finnst mér ekki, eins og ég nefndi áðan, gögnin sem að liggja fyrir þessum fundi og eins og komst á hann ekki vera þannig að þetta sé í rauninni tækt til djúprar umræðu. Knútur Gjálsvöld. Ekkur þetta, það er gagnlegt að sjá þetta samt, en klára vísbendingum að þurfa að skoða liti og kannski í þessu samhengi. Og ég styð þetta sem Helgi er að segja að takk örari, sem komum að segja, þetta er sambröð. Og eins þá væri gott að fá kannski bara aðeins endurskoðanda til að renna yfir þetta með okkur. Bara svona í eðlilegt upphæfi kjörtímabils aðeins að koma okkur betur inn í undirbúa fyrir gerð fjárhagsáætlunar. En þetta er klárlega miðað við áætlunum frá tap upp á 513 milljónir á ári, þá stefnir þetta í 650 milljónir ef við tökum fyrir utan framlögin frá jöfnunarsjóði sem að þá er þetta talsverður peningur. En er þetta vitið eitthvað framlög jöfnunarsjóðsins eins og vegna sameiningarmála? Þessi mismunur á því þarna til dæmis 100 milljónir. Er þetta eitthvað sem er fyrirséð eða er þetta með einhvern milliuppgjör hjá þeim eða hvernig er því háttað? Þetta er ekki bara endanlega, við höfum eftir að greina það betur, við höfum eftir að skila til dæmis framvindu skýrslum vegna kostnaðar við sameininguna og eigum eftir að átta okkur betur á því hversu mikið kemur inn á þessu ári en sameiningarframlögin áttu að koma á 7 árum eða maður rétt. Og aðeins þess að svara því sem nefndir þarna varðandi að fá endurskoðanda að okkur stendur einmitt til boða að fá Þorstein frá KPMG til þess að renna yfir verklagið í fjárhagsáætlun. Þannig að ef að við myndum nú halda, eins og við erum að tala að halda aukafund í næstu viku, varðandi fjárhagsáætlun, að þá er spurning hvort að við fáum hann kannski inn svipað leyti eða sama tíma. En Jón Hrói, þú varst búin að þess að, svo Jóna og svo Helgi. Já, ég ætla að segja fyrir nokkrum vikum setti ég inn yfirlit, yfirlit stöðuna inn á vinnusvæðið á Teams. Svona er meiri sundurliðin á þessu, það er eitthvað á því að græða núna, en ég er að vinna í því að uppfæra svona yfirlit þannig við fáum þá nýrri stöðu þegar einmitt er búið, í þessum gögnum sem að við erum að skoða núna, það er einmitt búið að uppfæra eitthvað sem var ekki búið að gera áður, búið að færa innri leigu og þess aftar. Þannig að yfirlit sem byggir á þessum gögnum myndi verða réttara heldur en það sem að liggur núna inn í Teams-svæðinu. En eins og ég segi, það er bara í vinnslu að gera það. Það er eiginlega svona grunnurinn að því að greina þetta niður á deildir og niður á lykla líka. Við þurfum líka að skoða það er mögulega skýring á þessu að einhverjar launahækkanir hafi ekki verið áætlaðar eða hafi ekki verið áætlað fyrir launahækkunum og mögulega þá upp að einhverju marki meðvitað eða vitað að það yrði hækkun en svo hugsanlega ekki gengið frá viðaukum sem við ættum þá eftir að gera núna. En það er í vinnslu að gera svona nánari listan á þessu.
Jóna? Já, ég var bara með praktíska spurningu varandi það komu fréttatilkynningar áætlanir á útgjaldajöfnunarframlögum og svo framlögu vegna reksturs grunnskóla. En það vantilega ekki búið að gera ráð fyrir því í þessum áætlunum. Þannig að það eru nýja tölur. Já, nei, það er ekki. Ok. Helgi? Þessi framhaldið sem Knútur nefndi í sambandi við framlög jöfnunarsjóðs, þetta er úr hluti af tekjum sveitarfélaganna að koma frá jöfnunarsjóði alveg óháð sameiningarframlögunum og ég velti mér, eru nokkur sameiningarframlög bókfærð á þessum fyrstu 6 mánuðum? Jú, ég sá allavega að það eru 90 milljónir. Er eitthvað komið inn af sameiningarframlögunum? Já, það er eitthvað komið inn, já. Það er vant Já, ég er ekki viss. ekki sameiningaframlögin, en væntanlega er það sem þetta er bókfæra jöfnunarsjóði og hins vegar sameiningarframlögin og ég dregi ef að það sé nokkuð komið af sameiningarframlögunum inn í þetta skjal. Sko ef það er eitthvað bókfært frá jöfnunarsjóði vegna sameiningarinnar, það er væntanlega framlög vegna vinnu undirbúningsstjórnar. Það gæti verið. Við eigum eftir að í raun og veru ganga frá samkomulagi við jöfnunarsjóð greiðslu sameiningarframlagana, það er að segja skuldajöfnunarframlagana og þessara framlaga sem eru ætluð til innleiðingar stjórnsýslunnar. Þar er gerð krafa framvindu skýrslur og við gerð krafa að við sýnum fram á kostnaðinn. Hingað til hefur kostnaðinn okkar eftir sameiningu mest legið í vinnu starfsmanna. Þannig að við þurfum að fara að finna við þurfum að fara að ganga frá einhvers konar framvinduskýrslum. Við komum með fyrirmyndirnar sem við ræddum einhvern tímann á, það er á 3. fundi sveitarstjórnar eða 4. Við komum með þær í hendur og þurfum að fara bara að ganga frá því samkomulagi þannig að við þurfum að fá þessi framlög. En svo ég skilja rétt, þau eru ekki komin inn í þetta. Ég held að það sé alveg, ég geti fullyrt að það sem við köllum sameiningarframlög eru ekki komin þar. En ég sá einhvers staðar bókað sameiningarframlög upp á 90 milljónir en ég veit ekki fyrir hvað það er. En ok, ef það er ekki fleiri sem vilja taka það til máls undir þessum lið, þá á ég ekki bara að leggja til hér að við tökum annan fund, aukafund í næstu viku í fjárhagsáætlun. Verða það undir ákvæði? Er þetta þá ætlað sem vinnufundur eða er það of snemmt? sem fyrst? Frá bókunum sem fyrst? Það verði... Góð spurning hvort við getum undirbúið sko annars að Já, það er svona sem fyrst ef þetta er klárt í það undir sveitarstjórnar að við höfum aukafund eins fljótt og hægt þegar það verður gagnlegt í sjálfum. Við höfum gögn sem að við getum út frá. Helgi. Ég er sammála því og við varum svo rætt þetta áður á fundum að varandi fjárhagsáætlunargerðina það væri gott ef það væri búið að setja bara upp planið. Og það þarf auðvitað að vera raunhæft, þannig að við séum ekki að halda vinnum áður en að gögnin eru undirbúin. Það væri bara gott að fá þannig plan því að við þurfum auðvitað að skipuleggja. Ég er með grófa öðrum stöðum. Ég ætla verði á ráði. Ég er með svona grófa plan, Helgi, þú snýrðið úr hálsbyrjum, það er að sjá þetta, en ég er búinn svona að setja grófa svona hvar við erum og hvar við þurfum að vera. Mér finnst voðalega gagnlegt að horfa á vikurnar til hliðar. Við erum á svipuðum tíma núna miðað við það að minnisblaðum fjárhagsáætlunar verði lagt fram í viku 42. Það voru við svipuðum tíma og Skútustaðahreppur var í fyrra. Ég veit ekki hvar, hvernig tímaplanið var hjá Þingeyjarsveit. En þetta er svona að við þyrftum að ná þessum áföngum á þessum tímum þarna. Það sé að fjárfestingaráætlunin svona þegar við erum þannig að sjá stöðuna og getuna og það er svona, þetta er svona áfangar sem að en eins og ég segi, við þurfum líklega einhverja aukafundi til þess að bara vinna með
tölur og hugmyndir. Já. Þannig að þetta eru þessir förstu fundir en eitthvað þarf að gerast á milli. En samkvæmt þessu þá yrði minnisblað forsendurnar lagt fram 12.10. Þá snúum við okkur að 3. dagskrárlið. Klára bók. Já. Bara. Þessi verð komur sér tegnilega. Já. Þetta er bara gott. Ekki rétt að segja að frekar kynntur var rekstrarreikningur, þetta nú kannski ekki Já. segja að verið farið yfir hann. Já. Kynntur. Allir sammála þessu. Kynntur eins og hann lá fyrir. Eins og hann lá fyrir og það er að hann er ekki orðið fullkominn. Það er ekki bara, það er ekki drög. Já. Það er leiðilega. Það er bara. Náðu líka ekki alveg með eignfærslunar, við erum búið að eignfæra út úr rekstrarreikningnum. Mér sýnist það, ég er svona rendi aðeins yfir það, en það er þó, ég fann þarna eina sem að ég svona er ekki alveg viss og það gæti skeka 20 milljónum þar. En þetta er allt svona á því stíi að þú er svo lítið að segja. Já, þess vegna heldur sé rétt að kalla þetta ekki. Algjörlega, sko, við náttúrulega vitum það, við erum búin að vera, það er svona rétt að ganga saman að keyra þessi bókhaldin saman, þessar 3 stofnanir og það er náttúrulega líka, ég tek alveg undir þessi þú nefndir áðan Helgi, að mjög mikilvægt að hafa áætlun líka brotna niður á mánuði en það skuli stefna því á næsta ári en þetta ári er náttúrulega mjög óhefðbundið í bókhaldi. Jón Hrói. Einhver staðar þarf að byrja. Já, svo vel. Áætlanir gömlu sveitarfélagana virðast ekki hafa verið brotnar niður á mánuði. Við leiðum með Helgi ef það er rétt, en við hefðum þurft að því að halda til þess að geta brotið það núna því við þurfum söguna alltaf aftur í tíma til þess að átta okkur á niðurbrotinu. Og náttúrulega við líka að byrja bara nýtt í sögur. Já, það var hafður sá háttur í Þingeyjarsveit svolítið að það var kynnt sko hvað væri komið prósent á hverjum mánuði en það var ekki búin til reikningur og laðið fram skilurði. Það hjálpaði mjög að sjá sko hvernig staða var og hvað það var að stefna fram úr Gott þennan lið, það er það 3. dagskrárliður sem er það er lagt fram á Gafli félagi Þingeystan byggingararf hvetur sveitarstjórn til þessa kannanir eða sérstaklega athugun í sveitarfélaginu með það fyrir augum að varðveita merk mannvirki sem hafa byggingar listalegt eða menningarsögulegt gildi og veita þeim viðurkenningu sem vel standa endurgerð og viðhald gamalla mannvirkja. Orðið er laust. Knútur gerði svo vel. Þetta er í sjálfu sér ekki akút mál en það breytir því ekki að það fólk sem það mun einhvern daginn hætta að muna. Og ég fór í ágætta ferð með þessu félagi niður á Fljótsskeiði og það sem að menn voru með, fóru yfir þær byggingar sem voru þar, skoðum 3 bíli. Þetta er allt saman merk saga og svona auðvitað þarf að huga því án og fangist á einhvern hátt. Svo er að koma ýmsir vettvangar eins og til dæmis Hulda sem var kynnt til sögunar. Það er spurning hvort á að leita í eitthvað svoleiðis eða að reyna að fanga þetta. Þetta er svona eitthvað sem við þurfum klárlega að skoða. Fleiri sem vilja tjá sig? Árni Pétur.
Já, ég held að þetta sé bara í bestu máliði náttúrulega. Við erum bara þakklátir fólki sem nennir að leggja á sig að viðhalda og halda utan þær menningarminjar sem til eru. Þannig að þetta þakkavert og bara góð til að bókun. Þetta bara í besta mál. Takk. Við hins vegar kemur ekki fram í bókuninni varðandi þeir spyrja líka að viðurkenningu sem standa vel að endurgera. Já, það kannski kæmi það svona í framhaldi af því að öflum upplýsinga helgigjörðsvel. Bara í tengslum við það þá hafa verið veitt menningarverðlaun og þetta geti einfaldlega bara heyrt undir þann málaflokk sko, sem þá forræði nefndarinnar sem fyrir menningarmál. Já, en ég tek undir og ef við getum verið sammála bókun þar sem að sveitarstjórn Fakkagafli félagið þingeskan byggingar af fyrir erindið og felur byggingarfulltrúa og afla upplýsinga frá þar til bærum aðilum þær byggingar í sveitarfélaginu sem að falla undir skilgreiningar GAFLs. Sveitarstjórn tekur vel í hugmyndir verðlaun til þeirra sem að vel hafa staðið af undir byggingum. Allir sáttir við þessa bókun? Við átt að vísa þessu í nefnd. Já, Jóna, gjörðu svo vel. já, ég held að þetta sé þetta góð hugmynd hjá Knúti að vísa erindinu til umfjöllunar eða kynningar þar til bæri nefnd sem komið að spila Íþrótta- og tómstundanefnd. Já. Menningarmálin. Já. Erum menn það sattur í það að sveitarstjórn tekur vel í hugmyndir verðlaun til þeirra sem að vel hafa staðið að endurbyggingum og vísar erindinu til umfjöllunar íþrótta- og tómstundanefndar sem fer með menningarmál. Velst það vera samþykkt og fjórði dagskrárliður þar þurfum við að fjalla málefni Birkihraun 6 sem ein af fasteignum sveitarfélagsins eða leiguíbúð. Þakið á húsinu hefur lekið síðustu ár og hefur ýmist verið gert til þess að reyna að stöðva lekann. Trésmiðja Mývatnssveitar hefur skipt þakhalda og endurnýjað þakrennur, fyllt í lofthúður og fleira. Nú hafa þeir skipt út naglum sem voru á þakinu og sett þakskrúfur í staðinn og hefur það ekki borið árangur. Því þakið fór að leka núna í september. Kostnaðaráætlun að skipta þak nemur rúmlega 1,8 milljón. Einhver sem vill taka til máls, Knútur Gjörsvöld. Kostnaðaráætlun sem upp á 1,8 ríflega, hún snýr að því að skipta þakpappan og þakhjálmið. Varðandi það að skipta þaki þá sú framkvæmd kostnaðargreind upp á 4 milljónir þarna í skýringarblaðinu frá Alfred. Orðalagið sem snýst 1,8 endurnýjað þakhjálm. Endurnýjað þak, já. Hvað lagt til í hérna? Það segir bara þannig að skipta þaki, það ekki alls kostar kannski rétt að segja, skipta bara með orðalag. En kostnaðaráætlun við viðgerðirnar, við skulum bara breyta orðalaginu, það ekki við að viðgerðir upp á 1,8 milljón. Þannig að það Helgi Gjörsvöld. Aðeins bara vangavelta nauðsyn, hvort nauðsynlegt að stóla þakið upp og byggja það að nýju eða dugur að skipta pappan og járnið að matið svona á skoða. Það kemur það bara í ljós þegar þetta rifið. Það sést allavega ekki.
það kemur alveg ekki fram, Það kemur nú ekki fram. farið fram skoðun á þakvirkinu. Það er svo sem alveg þekkt að þeim mun rífa þakki af, það kemur í ljós hvort að timbrið svo ónýtt eða ekki. Jón Ráði. Já, þetta er búið að vera vandi þessi leki á leiguhúsnæði, þannig að okkur ber skylda til þess að við leigu ástandi og en það er búið að reyna ýmislegt og svona smá áfangar verið teknir í hvert skipti og hafa ekki dugað til núna síðast þessi skipti á það sem að nöglum var skipt út fyrir skrúfur, en þannig að það er svona mat umsjónarmanns framkvæmda að við höfum þessa 2 valkosti. Báðir myndu sennilega leysa vandann en hafa annar myndi vera svona varanlegri og betri framkvæmd. Það er náttúrulega dýrari kostur. Það er dýrari kostur. En nú höfum við sérfræðinga sviðinu prófum þetta. Það er kannski ekki hægt að dæma það fyrir en það er búið að skoða verkið, eða hvað? Hvað stúðum orðið? Það er bara, kemur svo sem endanlega ljós bara þegar sprettir af þakkinu. En þarna er hins vegar þetta skemmtilega fyrirbæri trapphús í þakkinu sem hefur valdið vandræðum víða, meðal annars á þakki Reykjavíkurskóla. Gamla bárjárnið hefur staðið sér betur í lífinu. Þetta. Ég auðvitað hvimleitt að vera búinn að leggja einhvern kostnað við að laga hitt og þetta og slíkt og annað slíkt, en þetta er vandræða gripur á þakki, þetta trapphús stálsvæðinu. Það er ekkert hægt að sjá, ef það er alltaf viðbúið að koma eitthvað í ljós, hvort að það er súðin eða störfi sem að þarf eitthvað að endurnýja hluthafi í heild. Þú er spertið sofnið. Það er spurning hvort að við getum afgreitt málið sem svo að við samþykkjum ódýrari lausnina en leggjum það jafnframt í hendur sérfræðingana að ef að eitthvað kemur þar í ljós sem að þarf að laga til þess að viðgerðin dugi, að það verði þá gert, þó að það fari upp í það að það þurfi að skipta þak. Helgi, gjörðu svo vel. Ég velti fyrir mér fara bara sérfræðingar í að rífa þetta og skoða þetta. Við ættum að í ljósi tímans líka, við erum að falla inn í haustið, þannig að það tefjist ekki þá ef að kemur í ljósi að það þarf að gera meira, það tefjist ekki 2 vikur inn í veturinn. Við ættum ekki að miða heimildina við að sé bara að gera það sem það þarf að gera. Jú, það er það sem að ég legg til að við samþykkjum það að það verði gert það sem þarf að gera, því að ef við fáum TS-miðum Mývatnssveitar þá treystum við þeim fyllilega til þess að meta ástandið og gera það sem þarf að gera til þess að þetta virki. Jóna. Já, ég tek bara undir með ykkur að laga ástandið og það sé heimildi til þess, en ég held að það sé rétt þetta endurskoða þá svo bókun að bara farið verði í þakviðgerðir eða eitthvað svo þess að skiptum þak 1 milljón frá framkvæmdin, myndi ég með það Já. Þak er alveg forsendan þess að húsi í lífi. Það er svona, þak er yfirleitt kostur á heimili. Þetta er bara spurningum að halda eigninni í ástandi. Já, vindur þetta ekki upp á sig bara, þetta er ekki Má ég leggja fyrir hérna bókun, sveitarstjórn samþykkir að ráðist verði í nauðsynlegar viðgerðir og þakki Birkirkju 6 á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga og felur umsjónarmanni framkvæmda að hafa umsjón með verkefninu. Verkið verði fjármagnað með langtímaláni. Þeir sem geta samþykkt, gefið merki og það er samhljóða samþykkt. Við tókum fleiri til málsendur en ég hef búin að skrifa á það. Knútur, Helgi, Jóna, Eygló, tókst þú ekki til máls líka? Jú, Eygló. Nei. Ég man það ekki. 5. dagskrárliður er fundur með þingmönnum Norðaustur kjördæmis í tölvupósti frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur frá SSNE. Í bróðarfundi sveitarstjórnarfulltrúa með þingmönnum kjördæmisins þann 4. október í Reykjavík og þetta er lagt fram, einhver sem vil til máls. Helgi, gjörðu svo vel. Spurning
Er þetta sameiginlegur fundur með einhverjum sveitarfélögum eða er þetta bara okkar gluggi, þingaða sveitar? Þetta er bara fyrir þingaðasveit. Það ætla ég að leggja það til að það verði aðdraganda fundarins lagt upp hvaða mál eru efst á baugi. Tíminn er svo fljótur að fara, þetta er fjölmennir fundir. Það er mjög mikilvægt að það sé forsaður markvist og við förum með inn á þennan fund og það er eitthvað sem við getum kannski rætt bara í aðdragandanum. Já, þetta er 4. október sem er nú bara í næstu viku. Þannig að ég bara tek undir það að við tölum okkur saman og hérna svona til þess að forgangsraða varðandi þau mál sem við viljum leggja mesta áherslu á við þingmenn. Helgi. Það er líka gagnlegt að því oft gefst ekki færi á að fara ofan í kjölinn á einstökum umræðum og fráveitu verkefni var gott dæmi hvernig við öllum stuðnings til að fara í meiriháttar verkefni. Það er líka gott ef að færi gefst og við erum með aðkallandi mál sem við erum sannarlega með. Það er kannski innviðamálum í sveitarfélaginu. Það er líka gott að það sé búið að undirbúa fylgigögn og annað þess að afhenda þingmönnum til að við næsti höstur. Tek undir það. Jóna. Já, ég ætla bara svona, ég held að það sé mjög gagnlegt þess að Helgi var að segja að við erum búin að útbúa bara einblöðung, einsblað, minnisblað til þess að senda þau með. Nú get ég rekist á það í töskunum sínu sérna og munað eftir okkur. Góðum punktur. Með fallegri mynd. Knútur, vildu þú bæta einhverju við? Í þessu samhengi þá samanber áherslu sem er virðist eða hvað maður segir hluti sem er að vera viðurkenndari síslunni sem er þess að hagræði af snemmtækri íhlutun og þá erum til dæmis að tala kostnaði sem við erum með hérna í skólunum með sérfræðingum og annars öðru slíku. Maður velti því þessi hvort það sé hægt að þrýsta eitthvað á nú veit ég hversu mikið fjármagn fylgir þó að einhver lýsir því yfir að snemmtæk íhlutun spari fullt af peningum til langs tíma. Er þetta eitthvað sem átti erindi á svona hund því að kostnaður okkar við náttúrulega skóla og sérfræði er mikill? Er þetta ekki bara eins og vorum að tala að við munum tala okkur saman fyrir þennan fund og svona forgangsraða? Halldór, gjör svo vel. Já, ég bara tala að þetta er mjög skammur tími, þetta er 45 mínútur. Þannig að þurfum að hafa þetta á reynu bara að spyrja annað. Við þurfum að tala hratt. Hratt, já. Og hitt er Reykjahlíð, er það tala skrifstofuna Reykjahlíð? Já, ég reikna með því að sé verið að tala húsnæði skrifstofunar í Reykjahlíð. Ég rættum að það sé ekki nógu stórt. Það kemur fram í pósturum að það verið tilkynnt staðsetningu síðar og þetta sé hádegisverðarfundur. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þingmennirnir eða að þingið eða SSNE bóki sal einhvers staðar í sveitarfélaginu og því báðu upplýsingar þannig frá nættir ykkur. Jómandi. Þá er það afgreitt, þetta hefur verið lagt fram og við bókum að hverju tók til máls og Helgi leggur til að útbúið verði minnisblað með forgangsmálum sveitarfélagsins til að byggja samtalið á og afhenda þingmönnum. Er það samþykkt? Jómandi. 7. liður lagðar fram fundargerðir stjórnar SSNE. Þetta er 7. liður. Fyrirgefiði, ég fór yfir 7. lið. Það kosningar í nefndir ráð og stjórnir. Helgi, gjör svo vel. Má ég leggja til í samræmi við umræðu undirbúningsstjórnar í gær. Já. Þessum lið verði frestað til næsta fundar, þannig að gefist tími til unnis og skoðanar á því sem umræðir í áðurna lengra. Einhverjar athugasemdir við það að þessum lið verði frestað til næsta fundar? Svo er ekki, en það telst þá samþykkt. Og ég velti fyrir mér textin í inngangnum ekki alveg samræmi við það sem ég sendi þegar við skulum að taka þetta á dagskrá vegna breytinga sem þetta gera. Það mætti ekki einfallega bara færa hann út þannig að þetta á ekkert erindi í fundargerðinni ef við erum að taka umræðuna síðan. Við tökum tillit til þess. Við bara taka liðin út úr fundargerð þá. Ég finnast.
bara eðlilegast eða hvað? Nei, eitthvað. Hún var í dagskránni. Já, frestað. Þá það 7. liður. Þar eru lagðar fram fundargerðir stjórnar SSNE frá 8. júní, 17. ágúst og 7. september. Þar eru lagðar fram til kynningar. Vil einhver tjá sig þær? Svo ekki. 8. liður á dagskrá. Það kröfugerð vegna ágallaferli við ráðningu skólastjóra við Stórutjarnaskóla og ég legg til að við lokum fundi undir þessum umræðum. Einhverju athugasemdir við það? Þeir sem geta samþykkt? Það allir sammála því að fundinum verður að loka á meðan að þær umræður fara fram. Takk. Þá höldum við áfram með dagskrána þar sem frá var horfið og tökum fyrir það komið að 9. dagskrárlið sem varð á Seglu og útboð framkvæmda. Þann 7. júlí síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn að bjóða út framkvæmdir í Seglu. Áætlað var að bjóða verkið út í tvennu lagi, annars vegar uppsteypu lyftustokks og lóðarfrágang og hins vegar uppbyggingu innanhúss. Engin tilboð bárust í fyrir áfanga verksins, lýst var eftir tilboðum, en samningar náðust við verktaka og það verið að vinna í þeim lóðarframkvæmdum eins og og uppbyggingu lyftustokks upp úr jörðinni. Fulltrúar E-lista leggja til að útboði innanhússframkvæmda verði frestað og að norðurhluti hússins fari strax í leigu. Orðið laust. Jóna Björg. Já, smætti því að leggja fram bókun. Það senda á Jónfrú. Já. Hún svo hljóðandi fulltrúar K-lista leggjast gegn tillögunni og forsendur framkvæmdir Seglu voru ekki einungis til þess að bæta skrifstofu og fundaaðstöðu sveitarfélagsins, en til stóð að losa húsnæði sveitarfélagsins í Kjarna til að koma upp aðstöðu fyrir heilsugæslu og þjónustu fyrir íbúa sveitarfélagsins, ekki síst þá sem eldri eru. Viðræður stóðu yfir við HSN og stjórnvöldum að setja upp þróunarverkefni sem snýr að samþættingu heilbrigðis- og félagsþjónustu með Kjarna og Laugar sem miðpunkt. Ekki verður séð að þeim viðræðum hafi verið framhaldið og formjölita. Fulltrúar K-lista telja eðlilegt að þeim viðræðum verði haldið áfram áður en framkvæmdum í Seglu verið frestað. Það var áréttað að mikilvægt að búa starfsmönnum góða og gefandi starfsaðstöðu sem líður því að auka starfsánægju afköst. Sendi þetta bara á einhverjum. Takk fyrir það. Knútur. Þá langar mig að óska í fundarlið til að fá andrúm til að bregðast við þessari bókun. Hvað sérðu? Þá langar mig til að óska eftir smá fundarlið til að fá andrúm til að bregðast við þessari bókun. Fundarlið? Það hefði hæfið að það þarf ég að semja hann í snatri. Það að samþykkja það? Það held ég allan að venja að bera við því, sko. Já, einhverju sem eru mótfallnir því? Það er óskað eftir fundarliði. Tökum við smá hlýða. Þá erum við komin hérna aftur eftir hlé og erum að fjalla framkvæmdir í Seglu. Jóna Björg. Já, fulltrúar K-lista óskum eftir því bara að draga fyrir bókun okkur tilbaka. Takk fyrir það. Ég legg til að bókun undir þessum lið að eins og kom fram áðan að það var samþykkt í sumar að bjóða út framkvæmdir í Seglu og áætlað að bjóða út verki í tvennulagi, annars vegar uppsteypu lyftustokks og lóðarfrágang eða jarðvegsskipti og hins vegar uppbyggingu innanhúss og engin tilboð bárust í fyrir áfangan en það verið að vinna í utanhússverkinu. Til að bókun væri svo að sveitarstjórn sammála að fresta útboði vegna innanhússframkvæmda og að setja þann hluta hússins sem leiguhæfur í leigu
og síðan mun sveitarstjórn vinna að sameiginlegri, eða svona í stóru myndinni að finna bestu lausnina með húsið. Sveitarstjórn samþykkir að fresta útboði innan og framkvæmdan. Já. Hvernig getur orðað þetta? Þetta er rót. Leiguna. Það er ekki leigu í fyrst. Það eru fyrri leigjendur sem að við erum að tala um. Já, og fyrir. Já, hafa báðar óskað eftir að ekki koma aftur. Já. Eru þetta 2 rými sem eru til útleigu eða fleiri? Þetta eru 2 rými í norðurendanum sem voru í leigu og viðkomandi leigutakar hafa báðar óskað eftir að komast þar inn aftur meðan að ekki verið að vinna í húsinu. Hvað mætti það vera langur tími? Tímabundna leigusamningar með 3 mánaða uppsagnarfresti. Eða sérst ótímabundin með 3 mánaða uppsagnarfresti. Hvað kostnar allir ná sem næst? Ég bara hefði ekki á það hjá mér. Spá enga bara. Þá er tillagan að bókun sveitarstjórn samþykkir að flesta útboði innanlandsframkvæmda þar til farið hefur verið yfir forsendur verkefnisins. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að bjóða fyrir leigjendum húsnæðis í norðurenda hússins að leigja þau rýmið sem til leigðu áður. Þau sem geta samþykkt þessa bókun. Já, ég ætla að lóka að leggja til kannski að farið hefur verið yfir forsendur verkefnisins. Ég finnst kannski við þurfum að taka þetta aðeins meira svona í heild. Í samræmi við bara reglu, kjarna og það. Taka það fram. Já. Það ekki. Þetta er svona vantar svona. Það er ekki bara verkefnið í sig. Já, þetta er, já. Með hliðsjón af nýtingu kjarna. Já. Þar til farið hefur verið yfir forsendur verkefnisins með hliðsjón af hugmyndum í nýtingu húsnæðis sveitarfélagsins í kjarna. Viltu svo taka þarna hái sem er í hús? Þetta er svona ekstra græting. Þetta er mæðutókn. Þeir sem eru geta samþykkt þessa bókun gefa merki. Það eru allir sammála. Næsti liður, það er 10. liður og það eru reglur rjúpnaveiðar á Þeistareykjum. Fulltrúar K-lista hafa lagt til að settar verði reglur rjúpnaveiði á Þeistareykjum líkt og gert var á síðasta ári, samanber fundargerð atvinnumálanefndar og í framhaldinu bókun fundar sveitarstjórnar nr. 306 og ég gef orðið
laust. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, ég held að þetta var nú búið að vera svolítið lengi í vinnslu og skoðun áður en þetta komst á og þetta var í raun og veru 2 síðustu ár. Það var sem sagt að selja inn á svæðið sem sagt stífleiðar í fyrsta skipti í fyrra og svo kom bara stutt reynsla af það. Árið þar á undan að þá bönnuðum við rjúpnaveiðar á Þeistareykjalandi og það var nú aðalega út af ástandi rjúpnastoppsins og eins til þess að hægja mönnum í ferðalögum vegna COVID. Þannig að ég tel að þetta, ef að menn geta verið sammála um það að halda þessu verkefni áfram, að láta reyna svolítið vel á þetta, þannig að við sem landeigendur þarna berum þetta heilmikla ábyrgð, bara á því að passa upp á að vel sé landið gengið, þannig að þetta var orðið ástundum óhóflegt hvernig veiðar voru stundaðar hana. Og þetta gekk svo sem ágætli fyrir að það var ekki mikil ástundum, það var náttúrulega bæði var frekar illverðarsamt á tímabilinu og eins var COVID og lítið af fugli. En eins og það gekk þetta mjög vel og menn virtu þetta að langmestu leyti. Þannig að ég held að það væri best ef menn getur verið sammála að halda þessu áfram. Já, takk fyrir það. Knútur, gjörðu svo vel. Er það sem sagt skilti og kort aðráðan til að til og núna komin takmörkun upp á 6 fugla á mann eða eitthvað sem það nú. Þarf það að koma fram í auglýsingu eða nóg að það sé bara tilnefnt í landslögum og þessi tengiliður sjáðu þeir ykkur sama tengilið eða ekki lendur þetta inn á borði umhverfis eða staða? Árni Pétur. Já, þetta sem sagt hlunnindi.is sem að sáu útleguna þessu síðast ári. Og þeir eru mjög góðir aðilar, þeir sjá mjög mikið af ríkiseignum, skógræktin til dæmis með allt sem að þeir eru á annar borð með í útleigu, annars hlunnindi útleigu hjá þeim. Það búið að teikna upp allt svæðið og skipta því í veiði. Þetta til allt sem er hnitsett og klárt og inn á vefnum hjá hlunnindum. Það var látið smíða skilti síðasta ár sem að voru sett sem sagt inn á báðar aðkomuleiðir inn á svæðið, þannig að mönnum væri það ljóst að veiðar væri bannaðar nema gegn leyfi. Og varðandi þann tengilið sem var í fyrra að það var Sæþór í Presskvammi og það var einfaldlega út af því að aðalega er það þannig að ef að menn þurfa að hringja í einhvern og spyrja einhverju þá er það náttúrulega aðalega það að sé einhver sem er mjög staðkunnur sem að getur svara mönnum ef menn er í villu að vita ekki hvað er að gerast og eins náttúrulega er einhver veiðilega brot. Ég var búinn að ræða það við Sæþór að ef að sveitarstjórn væri samþykkt þessu hvort hann væri til í að taka þetta hlutverk að sér aftur og var tilbúinn til þess. Þá ætla ég að draga tilbaka beiðni mína að taka þið málsókn. Hvort það væri búið að tala Sæþór. Tillaga mín að bókun var þá að sveitarstjórn samþykkir að viðhaft verði sama fyrirkomulag á rjúpnaveiði á Þeistareykjum og 2021. Heimil verður skipulegur rjúpnaveiði á Þeistareykjum með takmörkuðum fjölda leyfa gegn gjaldi. Samþykkt að salan fari fram á vefsíðunni hlunnindi.is. Rjúpnaveiði verður því óheimil á Þeistareykjum án leyfis. Samþykkt að Sæþór Gunnsteinsson verður tengiliði sveitarfélagsins við veiðimenn, sveitarstjóra falið að auglýsa skipulega rjúpnaveiði á Þeistareykjum í þar til bærum miðlum. Jón Hrói, gjörðu svo vel. Velti fyrir mér ef það á að leyfa veiði gegn gjaldi, hvort við þurfum að taka afstöðu til gjaldsins eða hvort það er eitthvað sem að hafa 9.000 krónur á dag. Já, Árni Pétur. Já, það er náttúrulega alveg sjálfsagt að við höfum einhverja skoðun á því. Gjaldið sem ákveðið var í fyrra, það var svona cirka meðalgjald af því sem er í gangi inn á af því sem hlunnindi er að selja. Já. Og ég held að það sé bara hóflegt og sanngjarnt gjald. Sammála því, Eygló. Tekið fram í auglýsingu byrja að geta hofs eða... Tekið fram. Ég vil spyrja. Já. Árni Pétur. Já, þakka þér fyrir. Ég glemdi mitt að svara Knúti með það. Þetta eru sem sagt ekki lög, þetta eru tilmæli umhverfisstofnunar sem sagt að vera sem sagt hófstilltar veiðar. Og það var ekki tekið fram í auglýsingunum frá okkur en það er umhverfisstofnunar held ég sem að er æðsti yfirmaður í veiðimálum að leggja slíkar línur en það er svo sem alveg sjálfsagt eins og að taka fram í auglýsingunni að við hvetjum til hófstilltra veiða. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls? Nú er það spurning hvort að við bætum þarna inn að gjaldið verði í samræmi við. Vitum við hvert gjaldið svona almennt? Já, hann talaði svona cirka helmingur af því sem er svona meðaltal. Viðgildi þess verð sem að er í gangi á hlunnindi.is. Það er sem sagt hófstillt gjald og hófstilltar veiðar. Árni Pétur. Já, bara eitt annað að við kannski þurfum að ákveða það hverjum það verður falið að ræða við hlunnindi.is að framlengja samningin. Það er bara sveitarstjóri. Þá myndum við bæta við sveitarstjóra verið falið að framlengja samning við hlunnindi.is og auglýsa skipulega rjúpnaveiði. Þannig að það bætir þarna í þitt verkefni og þér er falið að framlengja samning við hlunnindi.is og auglýsa skipulagða rjúpnaveiði í það til bænum miðlum. Þeir sem að geta samþykkt þessa bókun, gefið merki, það er samþykkt samhljóða. En getur þú lagað fyrirgjöðu, ég ætla að vera með smámunasemi. Það er rosalega erfitt að horfa á Þeistareykji með tveimur uppláðum. Já, það er mjög Það var líka. Það er velta fyrir mér hefur ég, já. Það er ekki hvað er. Nú. Bara hér. Og svo er það líka í inngang. Það er að leiðrétta það þarna er ekki inngang. Eða fyrirsögnina réttar að sagt. Já, þarna líka. Málstega. Já, það kemur ekki fram í fundargerðinni. Nei. Heyrðu, þá göngum við til næsta dagskrár liðar, það er liður nummer 11 og það er umsagnar beiðni. Það er tekið fyrir erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra þar sem óskað er eftir umsögn sveitarstjórnar umsókn Þórdísar Þórisdóttur rekstrarleyfi gistingar í flokki 2 á Ljósavatni Guesthouse. Tillaga þarna bókum er svo að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við. Það fyrirgefðu, Ragnhildur. Það vantar undirgögn. Nú. Það er ekki komið ekki út. Erum við þá að fresta þessu? Það er spurning. Helgi Gjörsöð? Ef að Jón prófið með þetta þá legg ég nú til að við kíkjum á þetta og afgreiðum þetta oftast er þetta bara getum séð hvað þetta er. Afgreiðumst bara hendi sinn. Sýslumaðurinn? Já, þetta er sem sagt hvað þetta er. Við komum inn í fundarkraftina líka þá núna. Vil ég skoða þetta hvort. Ekki meður. Bara svona ef þið viljið. Þetta er sem sagt pósturinn sem fylgir, þetta er hormagræða. Þetta er það svona. Þetta er hefðbundin umsagnarbeiðni rekstrarleyfi í flokki 2 fyrir gististaði og má ég sjá bókunina, hóstartilega bókun. Við veitum að það er að fara í umsagnarferli. Er allir búin að lesa? Það er mjög skipt á milli. Bókunin yrði þá ef að fólk samþykkir, sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir
við að veitt verði rekstrarleyfi með fyrirvara jákvæðar umsagnir berist frá byggingafulltrúa og heilbrigðis- og eldvarnareftirlitinu samanber B-lið 7. grein laga nr. 67/2016 breytingu á lögum nr. 85/2007. Þeir sem að samþykkja þessarlega skeiðu merki. Það samhljóða samþykkt. Smá málfræði, Já. nákvæmni. Það samþykkt. Já, samhljóða. 12. liður á dagskráni eru fundargerðir almannavarnanefndar í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Það eru lagðar hér fram til kynningar. Einhver sem vill taka til máls? Svo ekki, þá förum við í 13. lið sem Jón Hrói. Já, bara vekja athygli á þarna sem sagt óska eftir staðfestingu sveitarstjórnar Alveg rétt. á rekstrarframlagi. Rekstrarframlagi ársins 2023 og það ef ég man rétt 190 krónur per íbúa. Já, sem óbreytt frá því í fyrra. Og óska eftir staðfestingu sveitarstjórnar á því. Einhver sem vil taka til máls? Jóna? Já, ég velti fyrir mér hvort að við þurftum þá ekki að bóka það sérstaklega fjárhæðina og því að það sé vel þannig að þegar við erum að ráðstafa fjármögnum að við tilgreinum það í bókunum. Var það ekki komið þetta inn í bókunum? Ekki fjár. Það er rekstraráætlun þess að skjalið, þetta gert ráð fyrir sem sagt 190 krónum á íbúa. Í upphafi árs voru íbúar svo mikið sem 1350. Þetta er 256.100. Það er það. Já. Framlagið fyrir þingeyjarsveit er 256.500 og þeir sem geta staðfest það fyrir næsta ár gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsti liður er samstarfssamningur almannavarnir og þetta er endurnýjun á fyrir samstarfssamningi. Það er engar breytingar gerðar nema í kjölfar sameiningar sveitarfélaga. Það er Svalbarðshreppur og Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppur sem að sameinast og þar af leiðandi þurfti að gera breytingar á samningnum. Jón Hrói. Hverjir tóku til máls undir? Það er bara ég. Þetta er fyrir lið. Ég tók alltaf til að við myndum bóka fjárhæðirnar. Já. Bókunum var nú ekki komin. Jú. Sveitarstjórn staðfestir samstarfssamning almannavarnir í umdæmi lögreglustjórans í Norðurlandi eystra. Þeir geta staðfest það, gefið merki og það eru allir sem gera það. Það er 14. liður, það er til umfjöllunar samstarfssamningur rekstur matarskemmunar og nýtingu húsnæðis. Niður inngangurinn. Já, inngangurinn, já. Já, Helgi, gjör svo vel. Ég ætla bara að ítreka að mér finnst þetta mál ekki nægilega þroska til þess að taka þetta fyrir, sko. Það er drög að samningi við óstofnað félag, þetta er ekki mjög óljóst að sveitarstjóri verður bara að fara að vinna þetta áfram og þetta komið svo bara inn á nýjum.
Það að vísu búið að Eygló gjör svo vel. Já, af því að undir hérna atvinnu- og nýsköpunarnefnd þar var fjármál og sko þar kemur upp hjá þeim að skilgreina þar náttúrulega skyldu leigusalar frágang miðrýmisins, þannig að þar taka þau svona fram svona dálítið það sem að mér finnst alveg vanta inn í líf. Það má líka segja sko að drögin sem eru þarna inni, þau eru ekki þau sem að kannski hefðu átt að fara þarna inn, en ég áhrá að byrja að útskýra aðeins stöðu máls. Það vannst ekki tími til að vinna þetta mál betur. Það stóð til að búa til að gera okkar útgáfu af þessum samningi. Ákvað eins og að leggja þessi drög sem komu frá þeim aðilega sem við erum að semja við fyrir ykkur. En eins og ég segi, það stóð til að klára okkar hlið mála en vannst ekki tími af ýmsum orsökum. Mál, það annars vegar þetta samningur afnot af rými sem að tilbúið og í notkun og farið að liggja á að semja þannig að rekstraraðilinn getur fengið leyfi til framleiðslu í rýminu. Hins vegar samningur leigu á rými sem á eftir að útbúa sem þá leyft til þessa óstofnaða félags og við vitum í sjálfu sér ekki hvað kostar að útbúa og þar af leiðandi óráðið hver leigan yrði. Þannig að ég myndi eiginlega óska eftir heimild ykkar til að ganga frá samningi við aðilann þessi afnot sem að nú þegar eru í farvatninu en að fresta að gera samning síðar annað. Jóna. Já, ég velti fyrir mér hvort að það væri þá kannski mögulega meira við hæfi að leggja þá bara fram samning aftur fyrir sveitarstjórn til samþykktar þegar hann liggur fyrir. Við getum falið þér að vinna málið áfram útleigu þá bara A eða eldri hlutans. Já, síðasta bilsins. Já, síðasta bilsins og hann verður svo lagður fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Já. Svona, það er svona hreinlegast sko. Já. Ekki um fingur orði. Já, að taka úr niðurstöðu. Já, það er hérna í bókuninni spurning hvað þau getur samþykkt að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að gera samning við félagið sem hefur verið stofnað úr héraði EHF afnot af syðsta hluta hússins innbæjar með hliðsjón af athugasemdum atvinnu- og nýsköpunarnefndar þann 19. september síðastliðinn og gera drög að vilja yfirlýsingu miðbilið í húsinu, er ekki talað það? Jú, mér finnst þessi fela í sér að þessi að fela meira að ganga frá samningnum. Og það er ekki það sem að... Ekki nema það, sko, síðsta bilið. Það er ekki það sem við viljum eða hvað. Við ekki verið að tala um að annars gera samnings þessu lagður fyrir, sko. Sko líka Helgi eftir þessu samhengi og þetta kom í hugan það eru seglu, Kálfaströnd, fleiri svona stærri mál sem þyrfti kannski að taka aðeins vinnufundum. Þarna erum við að ráðstafa í rauninni gæðum sveitarfélagsins og til að gera það án auglýsingar. Ég er að velta að vera með hvort þau séu á villigötum með þetta, sko. Já, ég get alveg tekið undir það, sko. Þarna erum við líka, sko, kannski að fást við verkefni sem voru komin af stað og þetta var þáttur undir nýsköpun í norðri og sveitarfélagið keypti þarna viðbót eða restin af þessu húsi fyrir 3 bil. Þingaðasveit keypti 3. bilið þarna bara fyrir síðustu áramót og með það markmiði að þarna yrði matvælavinnsla úr Héraði. Þannig að þetta ég segi þetta svona og sem hefur verið og þessi aðili hefur verið að starfa þarna síðan 1. júní
var með samning við nýsköpunina Norður fram að því. Helgi? Ég ætla bara að ítreka að þó ég sé að velta þessu máli fyrir mér, þá styð ég heilsugar konseptið og það sem í gangi þarna. Já. Nú bara svona að huga að því hvernig við útfærum þessa hluti, sko. Jón Rói? Já, í ferlinu á meðan þetta var undir nýsköpun í Norðri var auglýst eftir aðila til þess að sjá þetta bil þarna. Þannig að hluta til þá, að minnsta hluta til búið að athuga áhuga annarra. En við þurfum kannski bara að skoða það betur hvort að það á þá við stærri hluti eða hvort að það að viðkomandi komin þarna inn eru nægilega ríkar ástæður til þess að ráðstafa bilinu eins og við ráðstafa fasteignasveitarfélagsins til auglýsingar. Árni Pétur. Svolítið væri bara svolítið heppilegt að taka allt málið, sko. Það er svona til aðeins í rýni og endurskoðunar. Þannig að nú er orðið dálítið löng hefð fyrir mataskemmunni og búið að reyna ýmislegt í þessu bili og sumt hefur gengið vel og annað alls ekki. Þannig að og þörfin í raun og veru, sko, eins og við erum mikið matvæla hérað, að þá hefur nýtingin ekki verið jafn góð eins og menn vonuðust til þegar lagt var af stað. Og þess vegna held ég væri kannski ágætt að taka saman svona svolítið gögn, skilur við, hvernig hefur gengið, hvað eru margir aðilar sem hafa komið að, hver er þörfin, getum við bætt eitthvað til þess að laða fleiri, eða er þetta bara endapunktur að vera bara með síðasta partinn, hvað kostar að halda áfram, þú veist, það er þetta svolítið saman. Svona áður við höldum áfram með þetta. Takk. En ég lít samt svo á að það sem að þessi aðili, það var auglýst í maí og það sótti enginn nema hann og hann er búinn að vera að starfa þarna síðan og kaupa kjöt af bændum í héraði og selja meðal annars til stærstu ferðaþjónustu aðilinn á svæðinu. Á meðan að svo að þá teljum við verðum að gera samning þetta pláss sem hann þó í, en hann þarf náttúrulega að afla sér tilskilinna réttinda til þess að í þessu plássi. Árni Pétur? Já, algjörlega sammála því, enda þú ert að tala síðasta bilið, sko, og ég alls ekki að tala að hamla þessu að neinu leyti, en núna eru menn að velta fyrir sig, sko, áframhaldinu og nýtingu á restinu húsnæðinu og hvernig því best fyrir komið, og þá held ég að vera ágætt að fara aðeins í gegnum söguna og þannig að við bara lærum sem best að því sem hefur verið gert og hvernig við getum best haldið áfram. Er þetta þá Knútur? Varðandi akkurat þetta miðbil, svo svolítið lagt upp því að það verið kannski ekki flott með suður hlutanum, heldur að það verið kannski aðeins leitt út á meiri jafnréttisgrundvelli, skilur við, þetta með geta jafnræðis í því sem en það sem hefði viljað sjá í því væri það að húsnæði væri útbúið með lágmarkskröfur, þannig að uppfylli lágmarkskröfur matvælaframleiðslu og honum þá leitt það. En þá ættum við alltaf þessa eign með þessari breytingu, saman hvaða þróun í þeim málum. Takk fyrir það. Ég verð aðeins að afsaka mig. Bókunin, getum við samþykkt á að bóka sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna draugasamningi við félagið úr héraði EHF afnot af syðsta hluta hússins með hliðsjón af athugasemdum atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem lögð verði fyrir sveitarstjórn á næsta fundi. Viljið þið bæta einhverju þarna inn í? Nei, það slepp einhverju. Já, það slepp einhverju. Sko, þetta klárlega eitthvað sem við þurfum að halda áfram. Með. Þetta er bara ágætt bókunin því. Já, þannig að tekur á akkurat þessu en ekki framtíðinni. Allir þeir sem geta samþykkt, það allir Jóna Björg fjarverandi.
15. liður, þar er lögð fram fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar til fundur sem var haldinn í síðustu viku og þar er, það er ekki þar til staðfestingar. Jú, það er það þeir liðir sem að þarfnast umræðu, það er starf æskulýðs- og tómstundafulltrúa, nefndin óskar eftir heimild sveitarstjórnar til að vinna drög af æskulýðsstefnu fyrir sveitarfélagið og athuga hvort að grundvöllur sé til að koma á skipulegum akstri á vegum sveitarfélagsins. Það er ekkert nánar skilgreind hvað þar er verið að hugsa. Umræður, eitthvað sem vil taka til máls. Helgi. Að styð það heilsugar, ég meina vangavært í sambandi við framsetninguna á gögnunum og fundargerðin ekki komin á vefinn og hún er svona í liðunum inn í dag sko. Við sjáum ekki hverjir er á fundunum og svona útkeislan úr kerfinu geti verið undir líka sko. Og sjá við sjáum ekki gattin í fundargerðin í heild sinni, þannig að okkur vantar upplýsingar. Þessu ég var að velta yfir mér, var einhver hér á fundinu sem geti bara rúlað þessi gegnum? Í miður, það er enginn hér sem var á þessum fundi. Eyþór er veikur, forfallaðast í dag. Og ég var á Grænlandi. Nú. Hvað getur við? Sko, ég geti sýnt ykkur fundargerðina bara úr kerfinu, eftir meina. Þetta kom bara við hugan að ég var alltaf fyrir mér hverju voru á þessum fundi og ég get ekki segja það í kerfinu af því að það vantar svo. Þetta er mjög góð framsetning á öllu leyti og fagmannlega þessu staði bara velta fyrir mér að það er ekki komin á netið þannig að ég get ekki séð bakgrunninn sko. Og svo er ég líka velta fyrir mér í framhald af því svona almennu verklagi við birtingu fundargerða nefndana. Hvenær við setjum það inn. Já, hér. Fundargerðin lítur svona út. Alma sem að rita fundargerðina. Já, þetta er ekki rétt. Er þetta ekki rétt að... Nei, ég var ekki á þessum fundi. Þú klára þessa fundargerð. Nei, það er nefnilega ekki búið að klára hana. Ég held að við verðum í rauninni að fresta því að hún er ófrágengin, þess vegna er hún ekki inn í kerfinu. Ég held að þetta sé vegna veikinda sem þetta hafi ekki verið klára. En liðirnir eru vissulega í góðu lagi, sko. Já. Það er engin ástæða til að fresta því að taka Já, ok, nei. Það er mitt mat á því, sko. Já. Það var bara því út af þessari vangaveltu með fundamennina sem ég á byggt af þessari kerfi, sko. Hvað segir, er þú að frestinni eða ekki frestinni? Nei, við getum bara klára út frá sem að við erum með hérna inni. Þó sé ekki fullkomin fundargerð, en þá erum við með dagskrá liðina og afgreiðslu nefndarinnar. Eygló, gjör svo vel. Ég held að þetta sé bara eins og við nefna hérna að óskar eftir heimild að vinna áfram. Já. Drög, ég held að þetta sé bara kjörið. Fyrir hvaða liður? Það er 16.4. 15.4? Já, 15.4. Ragnhildur? Já, ég tek undir það. Mér finnst þetta alveg frábært og ég myndi gjarnan vilja að þessi nefnd myndi halda áfram að vinna málið. Við heyrum það að það er mikið ákall meðal ungmenna að vera meiri samvera, hittast meira og hérna bara endilega gera það sem við getum í því. Gott. Knútur? Hvort að grundvöllur sé til að koma skipulegum akstri á vegum sveitarfélagsins. Skulum ekki fara út í strætó endilega sem við vitum ekki verið nýtur. En það verður að foreldrar kannski að axla einhverja ábyrgð á þessu og
þessi vilja vera leiðilegurinn, en það kostar svolítið peningum að keyra rútur og svona dót sko, en sjálfsögðu að kannski ef það eru viðburðir sem að menn sjá fyrir sér eru sóttir að einhver, ég er mjög ánægður með starfið, mjög, og en svona skipulagður akstur sem við vitum ekki hvort verður nýttur, það er svona, set spurningamerki við það. Ég held að ég tek undir mjög ánægð með og myndi gjarnan vilja fela nefndinni að koma með drög að æskulýðsstefnu til sveitarstjórnar og síðan að kannski að skilgreina og koma með svona tillögur akstursþörfina, hversu mikið verið að tala og hvenær. Þannig að við höfum svona eitthvað til að byggja á í okkar ákvörðun. Fleiri sem vilja, getum við þá verið sammála að staðfesta þessa beiðni og fela nefndinni að gera drög að æskulýðsstefnu til sveitarstjórnar, þeir sem eru samþykkir því. Það eru allir. Hvernig viljum við afgreiða seinni, Jón Hrái, Geirsson? Það er í liðum fjölmenning sem þannig undir. Já, ef ekki að klára. Nættur að klára seinni hlutana þessum hér. Já, ok, þið erum þá í hvaða liður þetta? Þetta er 15.4. Seinni hlutin er sem sagt að nefndin beinir því til sveitarstjórnar að kanna grundvöllin á því að koma á skipulögðum akstri. Erum við ekki sammála það að fela nefndinni það að greina þörfina og koma með þá tillögu til sveitarstjórnar. Þeir sem eru sammála því, það eru allir sammála því. Ég sleppti þetta einum liði. Greina þörfina þá fyrir akstur. Og gera tillögur. Að nefndin kom með tillögu þörfina. Síðan er það 15.5 liður á sama fundi, þetta er íþrótta- og tómstundanefndar. Þar beinir nefndin því til sveitarstjórnar eða leggur til að verkefninu heilsu eflandi samfélagi verði haldið áfram. Orðið er laust. Helgi? Bara taka heilsugar undir að þeirri vinnu verði haldið áfram. Það er þetta skilgreitt á hvaða vettvangi hún er unnin eins og kemur fram í bókun nefndarinnar, hvort hún á að vera þarna eða hvort að fræðslu og velferðarnefnd taki þetta. Og eins bara inn í stjórnsýslunni hver heldur utan svona stóru myndunum. Rétt. Fleiri? Rafluðinni. Veltingi hérna? Það er bara hérna. Já. Ég fengið ykkur til þess að. Þessi fyrri bókun, eða þess að með aksturinn, það breytti aðeins orðalagi. Já. Þið getið samþykkið þetta svona. Já. Þeir sem samþykkja þessa bókun svona. Bimóri? Ha. Ok. Hann upp í 15.4. Já. Það er svo sett sko að þetta er liður ekki all. Já. Þetta er bara bókun við þennan lið. Já, en fyrir hluti þessa liðar var að samþykkja æskulýðsstefnuna, að nefndin vinni drög að æskulýðsstefnu til sveitarstjórnar. Helgi. Bæta við að sveitarstjórn færi þetta bókar þakkir til
Æskulýðsfulltrúans varðandi hans störf þegar kemur að stofnun hinsegin félagsþingeyinga. Þetta verðt hvað hann að gera góða hluti. Fast þá endilega hefði þessu liðið annað en það allavega komið hérna í kosmósið. Þetta til fyrirmyndar hvað hann að gera. Já. Og bara bæta við þarna. Já. Eða bara almennt undir fundagerðinni, ég veit ekki alveg hvað heima, heldur bara að kæma framfæra, við tökum eftir í hvað hann að gera. Það tilvalið þarna, þar verið að þakka tómstundafulltrúa fyrir. Nefndin að lýsa ánægju með störf hans. Það starfur vissulega ekki unnið á vettvangi sveitarstjórnar, heldur bara hans einn frumkvæði og enga slíkt finnst mér tilefni til þess að klappa honum á baki fyrir þetta framtak. Hvað mér að orða þig? Hvernig sagður þetta? Helgi, hvernig sagður þetta? Það veit ég ekki. Til að skóla tilbaka. Sveitarstjórn líkt sér ánægju sem er með frumkvæði bæði. Ef við það ekki að segja bara aðalbjörn? Jú. Já, af því að þetta er ekki fulltrúans. Nei, já. Þetta er hans. Félagsstörfum hans utan ramma, eða hvað maður segja. Utan sem innan. Hann er náttúrulega ótrúlega magnað. Ökonum sko. Hvað heitir það? Hinsegin félag? Þingeyingar. Það er svona til útskýringar fyrir utanaðkomandi ekki rétt að hafa samt hérna. Það má alveg hafa starfsheiti, hann gerir þetta sjálfur. Greinald, sko. Og ég þá fá að lesa bókunina eins og hún í heild sinni. Sveitarstjórn samþykkir að félagnefndinni vinna drög að æskulýðsstefnu Þingeyjarsveitar. Nefndinni er einnig falið að greina þörf fyrir akstur og gera tillögur að fyrirkomulagi ef þörfin reynist vera fyrir hendi. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með frumkvæði Aðalbjörns Jóhannssonar, tómstunda og æskulýðsfulltrúa að stofnun hinsegin félags Þingeyinga. Þeir sem að taka undir eru sammála þessari bók. Hún er staðfest. Og þá er það 15.5 sem er heilsueflandi samfélag þar sem að við vorum komið þangað áðan og þar sem að nefndin óskar eftir staðfestingu frá sveitarstjórn að halda því verkefni áfram og tillaga að bókun væri þá að sveitarstjórn samþykkir að því verkefni verið haldið áfram og já, við vorum að tala að með fyrirkomulagið að Takk samtölu flest. Já, að sem sagt í samráði við fræðslu og velferðarnefnd að finna verkefninu farveg. Knútur. Við erum aðeins í tengslu við þetta á þess að ég vilji vera húligurinn. Mér finnst að við ætlum kannski að hugsa til þess þegar við erum að skipuleggja starfa af þessu tagi, hvort sem það heyrir undir félags eða hitt og þetta, að víða er einhver félagskapur í gangi, hvort sem það er félag eldri borgara eða foreldrar í skólum og hitt og þetta, að við þurfum einhvern veginn að reyna líka að hugsa til þess að styðja við þau og fá þau meira inn í, við getum ekki axlað ábyrgð á hamingju allra einhvern veginn og en við getum stutt við hana. Það var svona spurning hvernig við getum stutt við að því félagsstarf á undir högg að sækja en kannski er þetta að styðja við þeir félög til að taka að sér einhver svona verkefni, einhver umsjón. Sko. Já, Helgi, fyrirgefðu. Já, takk. Ég tek undir þetta og í aðdraganda sameiningarinnar og meðal annars við gerð samþykktanna á sínum tíma var að vera að ræða hvernig við formfestum aðeins betur samtal við ýmis félög sem að sinna frábæru starfi og þetta er svona spurning að vinna einhvers konar samráðsáætlun, stundum að þessi félög verið fengin inn. Þetta verið ekki verið alveg í nægilega föstum skorðum, samtali við öldungaráð, við ungmennaráð, við svona þessar funksjónir í sveitarfélaginu, við félög eldri borgara og annað. Þannig að þetta er svona eitthvað sem það þarf bara að finna aðeins
eitthvað takt, en mér er algjörlega sammálað inntakinu. Viljið við bóka eitthvað það undir þessum lið annað en að sveitarstjórn taki heilshugar undir með nefndinni að þessu verkefni verði haldið áfram og því fundin besti jarðvegur eða farvegur fyrirgefið? Knútur. Kemur fram þarna að meginmarkmið samstarfsins að skapa umhverfi og aðstæður og þetta er nálega takt um það. Þú komið með þetta. Og því sé fundin farvegur í samráði við fræðslu og velferðarnefnd. Þá er tillaga bókun, sveitarstjórn samþykkir að vera áfram aðili að verkefninu heilsueflandi samfélag og því verður fundin farvegur í samráði við fræðslu og velferðarnefnd. Þeir sem eru samþykkir. Að því sem fundin farvegur. Já. Já. Því sé. Að því verði. Þeir sem eru samþykkir. Það er samþykkt samhljóða. Já, Helgi, hvers var? Já, til 15.3 sem er komin yfir og þarnast einhverjar ákvörðunar hér en ég er alltaf verið með bara viðbrögð við auglýsingur umsjónamann félagsstarfs eldri borgara, hvernig það stendur. Hvort það sé ástæða til að þetta vekja athygli á því eða hvort að þetta sé að gerast. Veistu það? Ég þarf að kanna stöðuna á því. Hvort auglýsingin fór í loftið og ég bara alveg veit ekkert hvað það stendur, ég viðurkennt því miður. Þá er það síðasti liðin í fundargerðinni sem að sveitarstjórn var að taka afstöðu til, eða er beint til sveitarstjórnar. Það varðar fjölmenningu, þar leggur nefndin til að fjölmenningastefnan í sveitarfélags verði uppfærð og ráðinn verði fjölmenningarfulltrúi í hlutastarf í stað þess sem áður starfaði í Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi. Orð laust. Helgi? Það er aðeins bara forsaga þessa máls er að við áttum auðvitað í samstarfi við Norðurþing störf fjölmenningarfulltrúa. Ég held að sé mjög mikilvægt í ljósi þess hversu hátt hlutfall íbúa þessa sveitarfélags er á Erlendubergi brotið að við sinnum þessu starfi vel og það var mjög jákvætt svona hvernig þetta var að þróast. Þetta er dálítið mismunandi, það var miklu meira í Skútustaðahreppi heldur en í Þingeyjarsveit þar að segja fólk á Erlendubergi brotið og ég held að sé mikilvægt að þetta starf haldi áfram. Ég velti eins og fyrir mig með þetta er svona einn angi af menningarmálum sveitarfélagsins almennt. Það kann að vera erfitt að finna eitthvað í þessi hlutastörf þannig að spurning hvort að við getum saminað einhver verkefni undir þennan menningarhatt svona til umhugsunar og umræðu ef til vill í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar og mér finnst mjög mikilvægt að við sinnum fjölmenningarstarfinu af kostgæfni eins og verið hefur og ef við finnum starfsmann til þess að sinna því en ef til vill kann að reynast nauðsynlegt að útvíkka aðeins starfsviði bara yfir á menningarmál og fjölmenningarhlutin verði hluti af fullu starfi. Hvernig það er hýstin í stjórnsýslunni eða hvernig það er en það var svona sú sýn sem að ég hef á þetta og vildi miðla hér inn að þurfum að sinna þessum anga en það er mjög margt í menningarstarfinu sem að krefst líka athygli og kannski gæti þetta allt saman í starfi menningar fulltrú eða menningar og tómstunda, íþrótta og menningar eitthvað til umhugsunar. Ragnhildur? Já, takk. Ég ætla bara að taka undir með Helga varðandi svona einhvern hatt yfir þessu. Mér langaði líka til þess að bara ítreka hvað þetta er nauðsynlegt í okkar samfélagi að hafa fjölmenningarfulltrúa, einhvern sem að við sáum það bara á síðasta kjörtímabili, þá kom hún Sigrún sem var fjölmenningarfulltrúi í hlutastarf og hún ásamt Ölmu gerði alveg ofboðslega mikið fyrir þetta samfélag og þetta er bara ofboðslega nauðsynlegt og mér langar til þess að við leggjum áherslu á að finna manneskju í þetta starf til að við getum haldið áfram að taka jafnvel á móti
nýju fólki en líka halda utan það sem hérna nú þegar. Helgi. Og til viðbótar að það var skiptingin á sínum tíma þannig að Norðurþing var með 50%, þingið þessi 30 skútustöðar upp í 20, þannig að þetta er með hálft stöðugildi sem að hefði færst yfir ef að Norðurþing hefði ekki tilkynnt okkur breytt fyrirkomulag í apríl eða maður. Þannig að fjölmenningar hlutinn samtals í skútustöðar upp á þingjasöti var hálft stöðugildi. Já, Jón Trói. Já, mér langar til að leggja til að við vísum ákvörðunum ráðningu bara í umræðinu fjárhagsáætlun. Þar fjöllum við stöðuheimildir og stöðuhlutföll og þess þar. Já, ég tek undir það. Og þá getum við, þeir sem geta samþykkt það er allir sammála á því. Það er þessi rétti farvegurinn. Orðalagi var eitthvað skrítið. Okay. Akkurat. Árni Pétur. Já, ég bara velti fyrir mér sko þegar við erum að vísa þessu til ákveðnu fjárhagsáætlunar, erum við þá að hugsa það hversu stórt stöðugildið eða hvað við erum að leggja mikið til, vegna þess að þetta er orðið lögbundið ekki rétt að vera með fjölmenningarfulltrúa. Jú, er það ekki rétt að það er? Ég held að það sé svo. Já, ég held að það sé rétt. Þetta er líka með öðru. Já, þannig að það sem er ég velta fyrir mér sko af hverju við, eða að við séum vilja þetta við fjárhagsáætlunina, erum við þá að hugsa hversu vítt starfið er og hvort það sé þá unnið með einhverju öðru. Hversu stórt hlutfallið er. Eygló? Já, Eygló. Já, en hvort við tökum þetta samtal ekki líka bara upp í starfsmanna öllu því sem við vorum að ræða í gær, skipuritinu og hvort þetta tengist ekki bara hvort tveggja, sko. Já. Jón Trói. Ég þekki ekki hvort þetta er lögbundin krafa, en við höfum náttúrulega valkosti í stöðunni þar að fela einhverjum núverandi starfsmanna hlutverkið eða ráða í hlutverkið. Og það er bara það sem að þyrfti að ræða hvernig væri. Ég sé ekki fljótu bræði að við höfum starfsfólkið til að taka við hlutverkinu og sinna því vel, en þannig tel ég að það sé líklegt að það þurfa að ráða í það, en einhver séð bara að þessi umræða sé tekin í samhengi við aðra ráðningar. Þurfum að leggja því og í samhengi við stöðu sveitarfélagsins þegar við sjáum hvernig hún er betur. Má spyrja fyrir ekki, ertu þá að meina að við séum að bóka það að við munum ekki endilega auglýsa þetta starf? Bara ákvörðunin verði tekin. Okay. Það er önnur leiðir að segja já, við ætlum að ráða í þetta starf. En ef það eru tillögur að breytingu á bókun, þá eru þær bara vel þegnar. Ég held líka að það væri skynsamlegt að taka þetta kannski til umræðu í sameiningarnefnd, af því að þetta er klárlega breyting sem að leiðir af knútur. Ég tek það undir þetta að við getum pækkað þessum hlutastörfum. Já. Er ekki bara, jú, það henta einstaka í fólki, en yfir þá síðan betur. Sem hefur það mikið á konu sína, þetta sinnir þess allir daga, með einhver, fullstörf eru bara heldur stabíli og betri. Já, þetta er fínt. Aðeins að gera bókunina aðeins jákvæðari í kaka. Bókunin væri þá þessa leið, sveitarstjórn lýsir vilja til að ráða í stað fjölmenningarfulltrúa og vísar ákvörðun ráðningu til umræðu fjárhagsáætlun ársins 23 til 26
og til umræðu í sameiningarnefnd. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun, og hún samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið yfirferð yfir 15. lið á dagskránni, 16. Nei, 8 eftir, 15. Nei, það við þurfum ekki að taka afstöðu til þess. Þannig við höfum lokið 15. lið, það var 16. liður og það fundargerð atvinnu- og nýsköpunar nefndar sem lögð fram til upplýsinga og það ekkert í rauninni þar sem að krefst afstöðu sveitarstjórnar en orðið laust. Einhver sem vil tjá sig, Helgi, gjör svo vel. Kannski bara nýta tækifærið og vekja athygli á málþinginu sem helgina. Akkúrat. Til þess að mæta það og finna sér það starf sem í gangi. Ég tek undir það. Síðan það 18. liður, hann fellur út, eða sem sagt að það var átt að taka, hann var undir afbrigðum en gögnin komum það seint inn og það verður ekki tekið fyrir í dag. Þannig að síðasti liðin það fundanefnd skipulagsnefndar, hún lögð hér fram til upplýsinga og kynningar. Það hér, ég ætla ekki að fara yfir alla fundargerðina en hins vegar hér eitt mál á dagskrá sem þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. Það varðar deiliskipulag á Þeistareykjum. Það sem sagt lögð fram til kynningar áform deiliskipulagsgerð á Þeistareykjum. Áform og deiliskipulag nær yfir land Þeistareykja sem í eigu Þingeyjarsveitar. Innan þess ámarkað deiliskipulag Þeistareykja virkjunar sem halda gildi sínu. Skipulagssvæðið alls 280 ferkílómetrar. Deiliskipulagssvæði Þeistareykja virkjunar 85,1 ferkílómetrar. Erindi var síðast tekið fyrir á fundi nefndarinnar 18. mars 2021 þar sem kynnt voru drög að deiliskipulagstillögu. Þetta deiliskipulag hefur verið í vinnslu. Bjarni Reykjalín verkefnisstjóri þessa verkefnis og hefur boðist til þess að kynna stöðu verkefnisins fyrir sveitarstjórn en málið laust. Orðið laust fyrirgefið. Jóna? Já, bara kannski sem mála svo hlaðið, þetta ekki búið að vera í bígerð býst lengi og komin einhver drög og komin svona ákveðin komaði stopp í málið og ég held bara rétt að þú heldum svo áfram, ekki síst í ljósi þess að núna búið að opna þessa hringtengingu í gegnum Þeistareykju og rétt að við séum tilbúið með einhverju innviði af því að það fyrirsjáanlegt að þarna í ferðamannastraumur eftir að aukast. Þetta náttúrulega algjör perla og því rétt að við reynum að vanda okkur þarna. Og bara sem að gera að kynna sér það sem var í gangi og svo heldur þessu máli áfram. Það bara spurning hvort að sveitarstjórn vilji vísa þessu til vinnslu í skipulagsnefnd eða taka þetta áfram á borðið sveitarstjórnar. Það náttúrulega þarna fyrirliggjandi svona stefnumótandi ákvarðanir nýtingu á svæðinu. Þannig að þetta svona þarf að skoða þessi stóra samhenginu. Árni Pétur. Já, bara að taka undir það sem Jóna var að segja, auk þess það náttúrulega fullt af tækifærum til þess að vera með áframhaldi verkefni og það náttúrulega einu við að sjóður, ferðamanna, Framkvæmdasjóður ferðamanna. Þar höfum við náttúrulega heilmikið að sækja þarna inn á þetta svæði og þetta náttúrulega allt í svona, í svona tímalínu að ramma þannig að menn missa af yfir á næsta ár þannig að það held ég að væri bara mjög gagnlegt og gott að fá Bjarna Reykjalín til þess að koma og kynna fyrir okkur hvar málið statt. Þannig að bara þessum boltar sé haldið á lofti og til að bóka. Fleiri sem vilja? Já. Og þá bæði fyrir skipulagsnefnd og sveitarstjórn hreinlega. Já. Og hann kjarnaði þetta. Ég að fletta hérna upp á við frest. 17.7 þurfum við líka að fara í. Já, við þurfum að bara sjá það var komið til að. Með upplýsingar í málunni til það. Já, við höfum frest til 20. í Guðni Sverrisdóttir. Við höfum aðstofað við umsóknirnar í framkvæmdastjóra ferðamanna og að tilkynna það að við höfum frest til janúar 2023 til að skilja skýrslu vegna þessa verkefnis.
og koma þeim upplýsingum til Bjarnar Reykjalín. Og við erum bara að sjá þarna til að bókunni í þessum þetta er liður hérna 17-15. Já. Og tillaga bókun, hér væri það sveitarstjórn leggur undir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur sveitarstjóra að eiga samtali Bjarnar Reykjalín verkefnisstjóra verkefnisins og stöðu verkefnisins og næstu skref og auk þess að óska eftir því að hann kynni verkefni fyrir skipulagsnefnd og sveitarstjórn. Þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu máls, gefið merki. Sjáum aðeins. Bara listan á henn okkar. Hvernig var, já, hún er samþykkt. En hérna, gögnin undir þessu þannig vinnufundur, það virkar allavega ekki hjá okkur Jónu. Nei. Kannski að við getum bara, ef mann langar til þess að fara að lesa til, svona almennilega. Nei, hann opnast ekki hjá mér heldur. Bara þannig að vita. Já, þessi hérna vinnufundur bílastæði. Já. Við erum bara að skoða það og bæta því þá inn. Eitt hérna fyrir 17. Hvað staðist á það? Já, það er seinni liðurinn úr fundargerð skipulagsnefndar sem að hérna krefst staðfestingar sveitarstjórnar eða umfjöllunar. Anna. Ég er vanhæfið þessu máli. Það sem ég kom að gera þessar skipulega lýsingar sem er lögð fram. Bróðskaptir heimil til að líka fundi. Já, takk fyrir það. Anna lætur þér vita að hún sé vanhæf þess að hún kom að gerð þessa skipulags og hún víkur á fundi og klukkan er 11:42. Fyrir að á ekki bera upp vanhæfið, það er það ekki ákvæmlega eins í raun og veru, þegar menn vísa sig vanhæfa. Já, það er rétt. Ég má kalla hana inn aftur og Hún er gott að reysa. Já. Úrskurður ekki sagt sitt vanhæfi. Hún greiðir alltaf Já, en þess að hún hefur ekki einn úrskurður. Hún hefur ekkert Ráðis. afsakaði þetta annað, mér láðist að bera upp vanhæfið þitt. Já, kjósum það. Þannig að það berum við það undir atkvæði, vanhæfið önnu þeir sem að taka hana vanhæfið til að fjalla málið. Rétt hönd. En það er samt á málið allra. Klukkan er 11:42 ennþá og hún víkur að fundi. Og þessi liður, hann fjallar breytingu aðalskipulagi Þingeyjarsveitar vegna jarðstrengs. Efla fyrir hönd Landsnets hefur lagt fram tillögu að skipulagslýsingu fyrir breytingu aðalskipulags vegna lagningar jarðstrengs frá Þeistareykjum að Kópaskerslínu. Skipulagslýsingin er sameiginleg fyrir breytingar á aðalskipulagsáætlunum Norðurþings 2010-30 og Þingeyjarsveitar 2010-22. Og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og þeir sem vilja tjá sig málið, einhverjir sem vilja það? Helgi? Það vekja athygli á því að þarna er auðvitað bara mikilvægt innviðamál í gangi og þess vegna verður þetta til að skipulagsnefndar að við vinnum þetta mál áfram. Þeir sem eru samþykkir því að málið fari í kynningu eins og lagt er til í bókun skipulagsnefndar gefið merki. Það eru allir sem að greiða því atkvæði.
Hann er að taka stórt vaff úr vék. Þetta var dagskrá. Já, Í báðari dagskrá. já, en kannski samt rétt að athuga hvort að einhver gerir athugasemd við það. Þetta var sem sagt sett á dagskrá, Já. tilkynnt í dagskrá og sent út eitt í gærkvöldi Já. ef ég man rétt. Já. Síðasti liðurinn á dagskrá, ég ætla aðeins að vera það undir ykkur að, já. Og klukkan er 11:45 þegar hún kemur inn. Síðasti liðin á dagskrá, það er fundargerð sameiningarnefndar sem var auglýst á dagskrá þessa fundar, en gögnin komu ekki inn fyrr en í gær. Þannig að ég vil leggja það undir ykkur hvort að við tökum málið fyrir eða frestum því. Þannig að þeir sem eru samþykkir því að við afgreiðum þetta mál, það förum yfir merki. Það eru allir samþykkir því. Þannig að ég er nú bara að rifja það upp, það er eitthvað hér sem að það leggja sérstaklega fyrir sveitarstjórn. Það er fundargerðin. Já, þá ætla ég bara að renna yfir dagskrá liði fundarins. Það var kosning formanns og varaformanns sameiningarnefndar. Eygló var kosin formaður. Ég er ekki að fara yfir hvernig öll lið. Kemur það ekki í fundargerðinni bara í... Já. Eru þið satt við það að við tökum fundargerðina fyrir og staðfestum hana alla í einu, þeir sem eru sammála því? Já, svo er, og þá er bókunin bara á þá leið að sveitarstjórn staðfestir fundargerð sameiningarnefndar frá 27. Já, og þá sýnist mér að dagskráin vera tæmd. Ég þakka fyrir góðan fund og sé fund slitið. 11:48.